hvern dag, allan ársins hring, fær lögreglan á höfuðborgarsvæðinu að meðaltali 1 eldirhellamál á sitt borð. Stundum vita þolendur ekki hver gerandinn og dæmi að einn og einn sami hrelli fjölda fólks. 2 piltar eru alvarlega særðir eftir sverðaárás í framhaldsskóla í Svíþjóð. Árásarmaðurinn fyrrverandi nemandi við skólann. Nýjar landtökubyggðir sem Ísraelsstjórn hefur boðið út á Vesturbakkanum sýna að hún vill ekki frið, segir utanríkisráðherra. Ísraelsher hefur haldið nokkrum húsum þar í herkví í tæpar 2 vikur. Nýsköpunar- og tæknismiðja hefur sameinað nemendur í Háaleitiskóla á Ásbrú þar sem 35 tungumál eru töluð. Fyrirtæki í nágrenninu gaf skólanum tölvur, þrívítaprentara og tæknibúnað sem nýtist við námið. Nýtt þorp í Fljótsdal sem byggt frá grunni farið að taka á sig mynd og fyrsti landneminn stefnir á að flytja þangað í vor. Komið sæl. Maður vopnaður sverði stakk fjölda fólks í framhaldsskóla í Fagersta í Svíþjóð í dag. Árásarmaðurinn var handtekinn. 2 eru alvarlega særðir. Lögreglan var kölluð á skólanum laust eftir klukkan 2 síðdegis að staðartíma. Þá hafði árásarmaðurinn sem 18 ára sært fjölda fólks með sverði. Nemendur lýsa mikilli skelfingu þegar þeim var ljóst hvað var að gerast. Eitt þeirra sá vin sinn stungin í handlegginn. Sen så springer alla ut och vi går ut, vi ser att han hade blod över hela sin arm. Och han säger ring polisen. Sen, alltså folk ringde polisen, sen vi sprang bara därifrån för vi var rädda. Foreldrar barnanna sem komist ekki út úr skólanum voru líka áhyggjufull. Eitt barnið lét móður sína vita og hún mætti strax á staðinn. Þá var dóttir hennar komin á öruggan stað á bókasafninu. Ja, det är klart man är jätteorolig. Men som sagt, jag är ju fortfarande glad att jag har fått kontakt och vet att hon är relativt trygg just där hon är nu då. 2 piltar yngri en 18 ára særðust alvarlega og minnst 1 til viðbótar var fluttur á sjúkrahús. Lögreglan skaut hinn grunaða í fótinn áður en hann var handtekinn. Hann var áður nemandi við skólan og með dóm fyrir líkamsárás á bakinu. Fagersta 11.000 manna bær norðvestur af Stokkólmi. Aðrir skólar í bænum voru rýmdir þegar fréttist af árásinni. Skólanum barst skrifleg hótunin á salerni skólans í maí og voru allir nemendur þá sendir heim. Ekki liggur fyrir hvort það tengist árásinni í dag, en nemendur hafa áhyggjur. Det känns tragiskt. Jag känner inte mig trygg på min skola. Ja, det är väl det. Jag känner mig ledsen också. Lögregla hefur enn ekki nýtt heimild til að setja rafræn ökklabönd á eldirhella. Yfir helmingur eldirhellamála flokkast sem heimilisofbeldi. Við erum fá svona 60 til 80 mála á ári. En fjöldi mála segir ekki alla söguna, því að í einu máli geta fallist mörg brot. Ef það til dæmis 1 gerandi en 5 einstaklingar þá teljast það sem 5 brot. En svo við líka með dæmum að sami einstaklingurinn hann fer á milli, gerandinn hann fær sér nýjan brotaþola. Þetta svona rað eldirhellar? Já og nei. Ég veit ekki hvort að segja rað sé rétt af því að það ekki þannig að hann taki við næsta þegar einn hættir, en hann getur verið með marga í takinu. Karlar eru hátt í 90% gerenda og konur 70% þolenda. Framan af voru mál sem þessi ekki skáð sérstaklega hjá lögreglu, en það breyttist 2021 þegar ákvæðum umsáturseinelti var bætt inn í hegningalögin. Tölur fjölda þeirra sem hafa verið ákærðir og eða dæmdir fyrir brot sem þessi liggja ekki fyrir og lögregla hefur enn ekki nýtt heimild síðan í vor til að fylgjast rafrænt með eldirhellum. En hver hrellir hvern? Milli 50 til 60% mála eru mál sem við myndum flokka sem heimilisofbeldi. Langstærstu hluti þeirra mála eru fyrrverandi makar eða núverandi makar og þá það oft í kringum við sambandsslit. Og þá fær lögregla til sín mál þar sem foreldrar reyna að hafa óvelkomin samskipti við börn sín. Og öfugt að börn eru að áreita foreldra sína með ýmsum hætti. Og svo það hinn 40 til 50% þar sem fólk tengist ekki fjölskylduböndum. Það geta til dæmis verið milli nágranna, vinnufélagi,
vinur, það geta verið viðskiptavinir, fyrirtækja, það geta verið áreiti gagnvart opinberum starfsmönnum vegna starfa þeirra. Og birtingarmyndirnar eru margar. Þú fær kannski 100 tölvupósta á dag og það er reynt að hringi í símann 50 sinnum. Og þá er algeng aðferð að stofna gerviaðganga á samfélagsmiðlum, elta fólk, setja heimili þess, senda gjafir eða óumbeðnar sendingar. Og þetta hefur gífurleg áhrif á það hversu öruggur þú upplifir þig. Er í einhvern tilvikum að gerandin er óþekktur? Þar þess að það er engin tengsl, svo vita sé á milli geranda og þolenda? Já, það er þannig að í sumu tilvikum þá eru engin eða mjög lítil tengsl á milli og í einhverju tilvikum er ekki vitað hver gerandin er. En er þessi málaflokkur eða þessi tegund afbrota, ég teki nú alvarlega bara í samfélaginu? Það má alltaf gera betur þar. Velkomin Jenny, þú teymistýri hjá Bjarkarhlíð. Komu nú fram nokkur dæmi í fréttinu undan, en hver myndir þú svo segja var helstu birtingamyndir brota af þessu tagi? Það eru auðvitað endurtekin óvelkomin samskipti sem stigmagnast yfirleitt þegar að þolandi reynir að yfirgefa ofbeldissamband. Og eins og fram kom þá er þetta auðvitað mikið áreiti, það er kannski verið hringja allar sólarhringinn senda skilaboð og ef það virkar ekki þá eru aðrar leiðir reyndar. Það er jafnvel mætt í ræktin eða fyrir utan vinnustæðin, það er verið að reyna að senda skilaboð bara í gegnum banka upp eða búloka allt annað. Það er hægt að senda 1 krónu og þá kemur nafn viðkomandi upp sem sendandi og hann getur mögulega sett skilaboð líka. Við sjáum líka að það er verið að nota þessa nýju tækni í bílum, að það er verið að opna og loka rúðum á nóttunni og láta regna á fennin í bílana. Það er jafnvel verið að nýta staðsetningabúnaðinn þar eða þá í rauninni að koma þolandanum illa fyrir. Oft verið að reyna að valda ónæði í vinnu og þannig að þolandi trúir því að hann geti mögulega mist vinnuna og svona það er í rauninni engin takmark fyrir því hvað gerandi gerir í þessu ástandi. Það eru auðvitað, hann hunsar algjörlega mörg þolanda, ætlar ekki að ljúka sambandinu og þetta verður að svona þráhyggjuhegðun sem er oft mjög ógnvænleg og mjög hættuleg. Já, kom fram í fréttinni að það er einnig 5. hvern dag sem svona mál latar að borð lögreglu. Hvernig snýr þetta við ykkur hjá Bjarkarhlíð? Leita mörg til ykkar í þessu sem þolendur í svona málum? Þetta er yfirleitt hluti að kannski stærra fleiri birtingamyndum ofbeldis að vegna þess að gerendur nota nú ofta ekki eina birtingamynd en það eru svona í kringum 100-310 mál sem kom til okkar á hverju ári og þetta eru auðvitað eina alvarlegustu birtingamyndum ofbeldis í nánu sambandi vegna þess að þetta er svo hegðun sem segir til að gerandi ætlar ekki að sleppa tökum og þetta er eina af 3 birtingamyndum sem er alltaf til staðar þegar gerandi tekur líf þolanda vegna þess að hann lætur ekki af stjórn, hann ætlar ekki að hætta. Marta Kristín nefndi þarna áðan að það mætti eflaust gera betur í málaflokkum. Hvað segir þú við því? Hvað væri svona helst sem að þyrfti að gera til þess að breyta ástandinu? Ég held að það sé mikilvægt að þolendur komi mjög fljótt annaðhvort það er hægt að tilkynna hjá lögreglu í Bjarkarhlíð eða á lögreglustöðum vegna þess að það er mikilvægt að skrá þetta og gera áhættumat og reyna að tryggja öryggi þolenda eftir bestu getu og lögreglan hefur margar leiðir til þess að gera það. Einmitt. Kærar þakkir fyrir komuna, Jenny. Takk. Þá að öðru. Ísraelskt landtökufólk hefur haldið palestínskum fjölskyldum í þorpi á Vesturbakkanum í Herkví í 11 daga. Eigandi eins hússins undir Herkví kom til Vesturbakkans frá Bandaríkjunum til að vernda húsið en fær ekki að fara neitt nema með samþykki Ísraelshers. Louis Reedy, palestínumaður með bandarískt ríkisfang sem býr í Ohio, kemur til Kusra á Vesturbakkanum til að hjálpa fjölskyldu sinni að passa upp á húsið sitt. Ísraelskir hermenn fylgja honum eftir á ferðum hans. Þegar Reedy kom á mánudag hafði húsið hans og fleiri hús í þorpinu verið undir herkví Ísraelsmanna. Íbúar höfðu ekki fengið að fara neitt og engin matur hafði borist allan þennan tíma. I should be able to walk in my house, go freely, to go my own house, to get my own food, get my own water. No human being should live like this. Ísraelar hafa lýst því yfir að þetta úthverfi þorpsins sé lokað hernumið svæði og segjast vera að halda uppi lögum og reglu. Landtökumenn hafa sést á vappi við hús Reedys og það kom til orðaskipta milli þeirra þar sem báðir vildu hinn burt. Herinn gekk á milli. That's my house. I'm in my house. You need to be removed. Ísraelski herinn fjarlægði landtökumennina eftir þrýsting frá Bandaríkjunum en íbúar í húsunum segja þá samt nærri. Bandaríkjumenn hafa fordæmt aðgerðirnar.
Ofbeldi landtökufólks hefur aukist síðustu ár og samkvæmt tölum frá Sameinuðu þjóðunum hafa ísraelskir hermenn og landtökufólk drepið 76 palestínumenn á Vesturbakkanum á þessu ári, þar af 18 börn. Ísraelsk stjórnvöld sem hernámu Vesturbakkann árið 1967 ákváðu í fyrra að byggja landtökubyggð með 3400 heimilum á svæði E1 og reka þá brott samfélag bedúína sem þar hefur búið. Slík byggð myndi skilja Vesturbakkann enn frekar frá Austur-Jerúsalem sem einnig undir hernámi Ísraels. Í vikunni var svo opnað fyrir tilboð í 1200 heimili á E1 svæðinu. Hart var brugðist í því, meðal annars í sameiginlegri yfirlýsingu Breta, Frakka, Þjóðverja og Ítala. Es darf keine weiteren Annexionsschritte im Westjordanland geben, keine formellen, aber auch keine politischen, baulichen oder sonstigen Maßnahmen, die in ihrer Wirkung immer offensichtlicher auf eine Annexion hinauslaufen. Í yfirlýsingunni miklum áhyggjum lýst af því að þessi ákvörðun sé tekin á tíma mikils óstöðugleika á Vesturbakkanum. Utanríkisráðherra tekur undir þetta. Þetta algjörlega óásættanlegt og Ísraelsmenn, hvernig þeir og þessi ríkisstjórn að haga sér, bara mjög mikil ógn við allt sem hægt að segja mögulega frið. Þetta ekki ríkisstjórn sem vill sækja frið eða ýta undir mannúð á þessu svæði. Sameinuðu þjóðirnar hafa líka áhyggjur og vekja athygli á því að landtökubyggðirnar séu ólöglegar. It would have severe consequences for the territorial integrity of the occupied Palestinian territory and present an existential threat to the two-state solution. Hér var berast ný tíðindi frá Svíþjóð. Sænska lögreglan upplýsti á blaðamannafundi nú rétt áðan að einn hefði látist í árásinni á framhaldsskólanum í Fagersta í dag. Forsætisráðherra segir hækkun stýrivaxta vonbrigði. Ríkisstjórnin taki gagnrýni Seðlabankans til sín en gjaldskrárhækkanir hennar séu ekki meiri en hækkanir fyrir ríkisstjórna. Verðbólga hefur verið yfir 5% það sem af ári og mældist 5,3% í júlí. Samkvæmt nýbirtri spá Seðlabankans talið að hún aukist enn frekar á næstu mánuðum en hjaðni tiltölulega hratt þegar kemur fram á næsta ár. Hækkun opinberra gjalda og áhrif stríðsátaka í Miðausturlöndum auki verðbólgu. Þetta auðvitað vonbrigði að fá þessa hækkun á okkur. En við höfum verið með verðbólguvæntingar á aðeins á háum stað þar sem af þessu ári. Fórum vel að stað, verðbólga var vel undir 4% fyrsta ár þessara ríkisstjórnar og við vorum í vaxtalækkunarfasa. Við heldum varum komið með þetta síðasta desember en svo dynja okkur áföll sem ráðum við ekki við og þetta bara staðan sem við finnum okkur í. Seðlabankinn hefur bent á að hætta sig á að hækkun opinberra gjalda smitist víðar út í hagkerfið og festi aukna verðbólgu í sessi. Störfum í opinberra geirunum hafi fjölgað á sama tíma á þeim fækki í einkageiranum. Launahækkanir eru mestar hjá hinu opinberra og það einnig við verðhækkanir. Tekur ekki til þín það sem kemur fram í peningamálum, þeir benda hreinlega á stjórnvöld, þeir tala að aðgerðir ríkisstjórnarinnar hafi ekki verið til þess að lækka verðbólguna. Hvernig bregstu þið því? Það liggur alveg fyrir að aðhaldsstig opinberra fjármála ágætt. Það sést bara á tölunum. Það auðvitað alltaf verið að reyna að finna eitthvað til þess að benda á og við auðvitað tökum til okkar, við berum ábyrgð á efnahagsmálunum. Þess vegna erum við að leggja fram fyrstu hallalausu fjárlögin núna í haust í að verða áratug og við tökum það til okkar. Ég hef heyrt þessu umræðu varðandi hækkun opinberra útgjalda eða gjalda. Mér langar hins vegar að benda á það. Í janúar þá voru þar hækkanir sem við stóðum fyrir ekki meiri en við höfum séð á undanförnum árum og áhrif þeirra á verðbólguna ekki meira en gengur og gerist. Félag íslenskra atvinnuflugmanna gagnrýnir kaup Icelandair Group á 49% hlut í Flyplay Europe og segir rök stjórnenda fyrir kaupunum ekki standast skoðun. Viðskiptin fari fram á sama tíma og kjaradeila standi yfir hjá ríkissáttasemjara og geti komið viðræðum í uppnám. Félagið segir að stjórnendur Icelandair hafi gefið misvísandi upplýsingar áhrif kaupana á störf hér á landi. Þá þeim rökum hafnað að maltneska flugrekstrarleyfið opni aðgang að fleiri mörkuðum en íslenskt leyfi. Félagið telur hættu á að störf flytjist úr landi og krefst þess að stjórnendur leggi fram skýrar forsendur fyrir kaupunum og gerir grein fyrir áhrifum þeirra á starfsfólk og starfsemi á Íslandi. Innviðaráðherra hefur óskað eftir samantekt fjarskiptastofu á hnökrum á fjarskiptum eftir að slökkt var á eldri kerfum. Erlendir sérfræðingar koma til landsins í haust til að kanna gæði nýja kerfisins og hægt sé að fara í nauðsynlegar úrbætur.
Ísland var eitt af fyrstu löndum heims til að slökkva á fjarskiptakerfum sem kallast 2G og 3G. Við taka kerfin 4G og 5G sem eiga að vera með sömu og eða betri útbreiðslu. En þetta hefur ekki gengið snurðulaust fyrir sig. Sagðar hafa verið fréttir af verra fjarskiptasambandi, sérstaklega á landsbyggðinni, og komið hafa upp tilvik þar sem fólk í neyð nær ekki sambandi við neyðarlínu. Ég hef óskað eftir úttekt eða samantekt fjarskiptastofu á þessu máli og það munu koma erlendir sérfræðingar til að kanna útbreiðsluna á 4G og 5G. Og hvenær verður það? Það verður væntanlega núna í haust. Ég er búin að senda beiðni til fjarskiptastofu að fara þessu úttekt, ítarlegu bréfi það á hvaða þætti það þarf að skoða. Hvernig var þér við þegar þú heyrir fréttir af fólki sem í neyð og næri ekki sambandi? Mér var alltaf ekki, mér leið ekki vel með það, sem að segja alveg eins og er. En þetta ný tækni að koma inn, það er verið að innleiða núna, það á að vera betra kerfi, 4G og 5G, mun þróara kerfi og eins og segja útbreiðslan á að vera sama ef ekki betri. Símtæki sem leita í 2G og 3G með neyðarsímtöl voru talin 30.000 í ársbyrjun, 6.000 í júní og rúmlega 4.000 í ágúst. En unnið áfram að því að fækka þessum tækjum í samstarfi við fjarskiptastofu, fjarskiptafyrirtæki og neyðarlínuna. Þetta snýst líka símtækin, þau sem virka ekki í 4G og 5G. En ég bara bind mikla vonum við það að fjarskiptastofa svari þessum að skýri þetta mál miklu betur en hingað til hefur verið gert. Menningarnótt á morgun og fjölbreyttir viðburðir lita mannlíf Reykjavíkurborgar frá morgni til kvölds. Yfir 15.000 hlauparar taka daginn snemma í Reykjavíkurmaraþoninu sem verður ræst við Háskóla Íslands í fyrsta sinn. Dagskráin hefst klukkan 12:30 á Klappastíg þar sem Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri, býður upp á afmælisköku í tilefni 240 ára afmælis Reykjavíkurborgar á dögunum. Tónaflóð Rásar 2 verður á sýnistað á Arnarhóli og dagskrármenningarnætur lýkur klukkan 10 annað kvöld með flugeldasýningu. Og á Arnarhóli í miðbæ Reykjavíkur er verið að undirbúa stórtónleikana Tónaflóð Rásar 2 sem verða annað kvöld og það er líka Ástrós Signíðardóttir. Ástrós, það er nú væntanlega mörgu að huga þegar vonir á fjölmenni í bæinn, er það ekki? Jú, það er að mörgu að huga, enda búist 100.000 manns og ljóst að ærin verkefni bíða bæði lögreglu og þeirra sem að sjá að ferja gesti bæði í og úr miðbænum. En hjá mér eru þeir Markus Vilhjálmsson frá Almannasamgöngum höfuðborgarsvæðisins og Kristján Helgi Þráinsson aðstoðar yfirlögregluþjónn. En Markus, ef við byrjum á þér, hvernig verður leiðakerfið strætó háttað á morgun? Það er auðvitað töluvert breytt. Það er aukin tíðni á flestum leiðum á höfuðborgarsvæðinu. Mikið lokanir hérna niður í miðbæ, þannig hvet fólk til þess að kynna sér lokanir, bæða strætó.is og í klappinu og svo líka hægt að kynna sér sjá tilkynningar í Google Maps og Google Play. Við erum með svo líka hérna í skuldþjónustu frá Laugardalshöll og upp á Hallgrímskirkju frá klukkan 7 morgunin og hún gengur til klukkan korter yfir 11 og milli 7 og 12 þá fer hún einnig niður í Njarðargötu til þess að koma til móts við fólk sem er að fara að fylgjast með hlaupinu. Og svo bíða strætisvagnar í röðum á Sæbraut til að ferja fólk úr miðbænum. Já, það passar. Það hérna í klukkan 9:30 þá almennt leiðakerfi rofið og öllum vagnum safnað saman á Sæbraut við sólfarið og tæming fer þar fram, þar sem ekið út í öll helstu hverfi, öll hverfi á höfuðborgarsvæðinu. Það er frítt í tæminguna og eftir tæmingu svo fer aftur leiðakerfi í gang með breyttisniði og svo næturakstur eftir klukkan 1. Og Kristján Helgi, allir þessi mannfjöldi, hvernig er löggæslumálum háttað á svona dögum? Jú, þetta er náttúrulega pínu breytilegt eins og strætó. Við erum búin að eyða síðustu dögum í að skipuleggja okkur og undirbúa okkur fyrir þennan dag, mikið af fólki í bænum. Þannig að við erum bara nokkuð tilbúinir í að vera til staðar fyrir fólki í bænum. Og það er lögð áhersla á að þetta sé fjölskylduhátíð? Já, klálega, við leggjum áherslu. Fólk komi saman í bæinn, hafi gaman saman og endilega fólk fari saman heim. Foreldrar forráðamenn skilja ekki börnin eftir í bænum. Við tökum bara undir þessi orð hér á Arnarhóli, hvetjum fjölskyldu til að njóta menningarnætur saman á morgun og segjum þessu loki hérna. Takk fyrir þetta, Ástrós Signíðardóttir. Þrívítaprentarar, sýndarveruleika gleraugu og tölvur voru á meðal þess sem Háaleitiskóli á Ásbrú fékk að gjöf í dag. Í skóla þar sem 35 tungumál eru töluð hefur nýsköpunar og tæknismiðja sameinað og ýtt undir samvinnu. Þetta kemur til bara með að við búum í bara litlu samfélagi sem að vill stöðugt gera betur og vill stöðugt vera í framþróun og í rauninni bara sprettur út frá samtali tveggja nágranna
Nágranni Unnars starfar hjá Vörn Global sem með gagnaver í nágrenni skólans á Ásbrú. Fyrirtækið vildi styðja við nærumhverfið og tók höndum saman með tækni- og tölvufyrirtækinu Ofar og afhenti Háaleitiskóla veglega gjöf í dag. Þrívítarprentara, tölvur, sýndarveruleikagleraugu og fleira sem nýtist í nýsköpunar- og tæknismiðju skólans. Maður fær ákveðna fjárheimildir og maður verður að skipuleggja sig út frá þeim og reka skólan út frá þeim. Þannig að það myndi taka mig allan að mörg ár að safna upp í þetta til þess að geta komið til móts við upplýsing- og tæknimentina í okkur, eða nýsköpunar- og tæknismiðuna í okkur. En hvaða græjur skildu krakkarnir vera spenntust að prófa? Örugglega prentarinn, út af að það sumt af krökkum sem búin að bíða eftir sínu dóti sem ennþá ekki búið að gera. Líka 3D-prentarinn út af því að ég að reyna að læra hvernig að gera meira svona 3D-dóttir á iPad, þannig ég get prentað það út. Ég rosalega spennt fyrir eins og the VR glasses út af því að mér langar rosalega mikið að pröfa það. Ég hef aldrei fengið að pröfa þannig áður, svo mér finnst þetta rosalega flott. Nýsköpunarsmiðjan hefur slegið í gegn hjá nemendum sem hafa til að mynda tekið þátt og gengið vel í nýsköpunarkeppnum. Við erum búin að skemmta okkur ógeðslega mikið í þessu, mjög skemmtileg verkefni, alltaf að fara í Reykjavík og gera eitthvað Lego og nýsköpun, alls konar. Ég held að við erum búin að læra mest hvernig að vinna saman. Eitthvað sem hefur mikla þýðingu í Háaleitiskóla, þar sem 35 tungumál eru töluð, en 70% nemenda af erlendum uppruna. Við getum unnið saman, alveg sama að hvaða þjóðurinn við erum að hvernig tungumál. Við náum alltaf að regna okkur og þá kemur aftur með tæknina, hvernig við getum nýtt í rauninni tæknina til þess að eiga í samskiptum. Þannig að samvinna, ég sé bara lykil þáttur í farsælu skólastarfi. Hlakkar ykkur ekki til að byrja í skólanum? Strákar, það ekki? Nýjasta þorp landsins, Hamborg í Fljótsdal, farið að taka á sig mynd. Sveitarstjóri Fljótsdalshrepps stefnir á að flytja inn í fyrsta hús þorpsins á vordögum og vonast eftir því að fá fyrstu nágrannana innan árs. Það er ekki á hverjum degi sem ráðist í að byggja glænýtt þorp. Í Fljótsdal var ákveðið í samráði íbúa 2019 að koma upp þéttbýli og Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, tók fyrstu skóflustunguna í ágúst í fyrra. Ári síðar fyrsta húsgrindin risin. Búið að teikna 25 lóðir og úthluta 6 þeirra og það í ýmis horna líta við að koma upp að- og fráveitu, bora fyrir neysluvatni, leggja vegi, rafmagn og skólp. Það eiginlega allt klárt sem þarf að vera klárt og verður klárt sennilega svona fyrir áramót allavega. Bragi segir lengi hafa skort húsnæði í Fljótsdal, ekki síst fyrir starfsfólk í ferðaþjónustu. Við höfum verið að missa fólk frá okkur sem ekki hefur fengið húsnæði hérna. Og það auðvitað blandað, einhverjir búa í nágranna sveitarfélögum og eins og hérna á Egilsstöðum. En ég held að flestir vilji búa sem næst vinnustæðum og það bara það sem við erum að svara. Sveitarfélagið að byggja fyrsta húsið, stefnir sveitarfélagið á að byggja fleiri eða bara úthluta lóðum til einkaaðila? Þetta bæði, það blandað. Þetta auðvitað dýrt fyrir lítið sveitarfélag, þannig að þetta bara eitthvað sem tíma verður að leiða í ljós. Er ekki nóg til Fljótsdalshrepp? Jú, ef við horfum á þetta þannig. Sjálfur verður Bragi fyrsti íbúinn í þorpinu og stefnir á að flytja inn í fyrsta húsið á vormánuðum. En húsið ekki bara merkilegt fyrir þær sakir að vera það fyrsta í Hamborg, því það líka alfarið byggt úr íslenskum við. Skógarafurðir í Fljótsdal fengu í byrjun sumars vottun til að framleiða burðarvið, fyrst íslenskra fyrirtækja. Svona fórum við með öskjuhlíðina. Þetta öskjuhlíð? Þetta öskjuhlíð. Trén sem voru felld til að tryggja flugleiðina, aðflugs, já. Og allt íslensk timbur? Þetta allt íslensk timbur og það örugglega langt síðan að það hefur verið reist hús úr alíslensku timbri og ekki verra að það úr öskjuhlíð og hérna svæðinu. En hvenær áttu svo von á að fá þína fyrstu nágranna? Við skulum vera djörf og segja innan árs frá því ég flyti. Og þá að veðri.
Lægð nálgast landið úr suðvestri í kvöld. Þá gengur í sunnan og suðvestan strekking með rigningu en yfirleitt hægari vindur og úrkomu minna á norðausturlandi. Dregur smám saman úr vætu seint annað kvöld. Hiti 10 til 19 stig, hlýjast austan til. Allt veðrið að loknum íþróttafréttum. Karlalandsliðið í körfubolta spilar æfingaleik við Finna í dag. Martin Hermannsson ánægður með að fá svona leik í aðdraganda 2 mikilvægra leikja í undankeppni HM. Margir hverjir kannski búin að vera aðeins og góðu við sig í sumarfríinu og ég þar með talinn. Víkingar eru í erfiðri stöðu eftir tap í fyrri leiksinum gegn bosníska liðinu Borak í umspili sætið í deildarkeppni sambandsdeildarinnar í gærkvöld. Glódís Perla Viggósdóttir skoraði svo þegar lið hennar Bayern München vann fyrsta leik tímabilsins örugglega. Þetta og fleira í íþróttum hér rétt á eftir. Og það var helst í þessum fréttatíma að 1 látin og 3 særðir, þar af 2 alvarlega eftir sverðaárás í framhaldsskóla í Svíþjóð. Árásarmaðurinn fyrrverandi nemandi við skólann. 5. hver dag allan ársins hring fær lögreglan á höfuðborgarsvæðinu að meðaltali 1 eldirhellamál á sitt borð. Stundum vita þolendur ekki hver gerandinn og dæmi að einn og hinn sami hrelli fjölda fólks. Nýjar landtökubyggðir sem Ísraels stjórn hefur boðið út á Vesturbakkanum sýna að hún vill ekki frið, segir utanríkisráðherra. Ísraels her hefur haldið nokkrum húsum þar í herkví í tæpar 2 vikur. Nýsköpunar og tæknismiðja hefur sameinað nemendur í Háaleitisskóla á Ásbrú þar sem 35 tungumál eru töluð. Fyrirtæki í nágrenninu gaf skólanum tölvur, þrívítaprentara og tæknibúnað sem nýtist við námið. Nýtt þorp í Fljótsdal sem byggt frá grunni farið að taka á sig mynd og fyrsti landneminn stefnir á að flytja þangað í vor. Þá var þetta upptalið hjá okkur í kvöld. Takk fyrir samfylgdina á öllum okkar miðlum í dag. Verið sæl og góða helgi. Á RÚV í kvöld. Madeleine. Bandarísk fjölskyldumyndu Madeleine sem munaðarlaus og býr í heimavistarskóla í París. Þegar til stendur að loka skólanum og selja húsið, grípur hún til sinna ráða.